bara rockin' sko. Það sjálfsögðu. Þú stendur í fámánuð. Þú ert að standa í fámánuð. Takk fyrir það mín. Ég er stoltur. Það er gott að heyra. Ég kann að meta það. Þetta er alltaf verið betra og alltaf verið skemmtilega sko. Stefnan Norðurlandamót á næsta ári. Já. Þess vegna er mjög mikilvægt að við tökum kaffi fljótlega. Mjög mikilvægt. Já, 100%. Og ég skal standa með mig. Ég er bara búinn að vera á haus. Já, ég skil. Já. En ég bæti þér það. Ok, það er bara geggjað. Við fengum smá bakslag daginn sko. Ég ætlaði að vera búinn að uppfæra myndavélina sko, en þær eru góðar sko. En eins og fyrir, ef við erum að tala um Norðurlandamótið eða eitthvað svoleiðis, það verður geðveikt. Já, ok. Ok, geggjað. Þá bara. Þú ert að hefja sko. Þú ert að standa í fámánuð. Það er það sem mikilvægt er. Já, ég kann að meta það. Takk fyrir. Test, hljóðtest. Test, hljóðtest. Miklu betra. Allt geggjað, bara fyrir til bygga. Bara fyrir til bygga.
Með klemmunar. Sækir hann. Já. Það er bara allt perfect. Já, þeir sem bor hér, ég segi þetta, það bara... Svona kynnist maður góðum dögum. Ég veit ég núna. Það færist. Satt upp stigann í stúdíónu. Ég held ég væri að fá annað hjarta og blessa. Hvað segir þið? Mjög góður. Eins með þig eða? Já, ég er bara hress sko. Ég er bara mjög hress. Gerðum smá tíma. Mín mingunga ég ready sko. Við erum bara rock'n'roll. Bara að bíða fyrir okkur. Nei, ég veist nú það, ég held ekki að bíða eftir okkur. Ég held að bíða eftir dómarum aðalega. Ég var að nota ykkur til að bíða eftir. Já, það verður að henda okkur við rútuna, sko. Ég vonast til að þið væru eftir honum, þannig að ég Já. hver hókið til loksum fyrir. Já, þetta er betur. Herru, þá fer annar dagur af vorbikarmóti HNÍ að hefjast innan skams. Allt tilbúið, streymið tilbúið, allir tilbúinir nema dómararnir. God, I love sports. Er þú tilbúin, Biggi? Ég er alveg tilbúin, ég er að deila linknum á Instagram okkar svo allir séu hérna með þetta þetta. Já.
mjög gott að vera með meðvitaða áhörfundur. Nákvæmlega. Að meðan þú gerir það, þá ætlum ég að sækja með kaffibolla. Gekja. Það eru fyrsti bardagi dagsins. Það er Hilmar Þorvarðarson og Tristan Stiff. Þessi tveir það er alltaf flugeldasýning að þessi tveir mætast. Og það verður engin undantekning á því í dag, er ég nokkuð viss um. Hilmar vann síðustu viðureign, split decision, hnífja bardagi. En átti svo sem sigurinn fyllilega skilið. Tristan vann báðar viðureignirnar á síðasta vorbikarmóti í fyrra. Það voru líka hnífjafni bardagar, það er alltaf skemmtilegt þegar þessi tveir mætast. Svona, við minnum auðvitað chatið, það má senda inn spurningar og koma með comments. Það er alltaf í boði. Spurningar og comments hér. Hér sjáum við aðaldómara mótsins, það er Sævar Ingi. Flottur í tauginni í dag, allar leið frá Akureyri. En við eigum von á 4 viðureignum, eða 5 viðureignum í dag. Það eru tvær sem að duttu út. Já, er það 5 eða 4? Nei. Það er Tristan Stiff á móti Hilmari Þorvarðarsyni. Já. Svo eftir þeim koma Kormákur og Míhail. Svo fáum við Símon Kristinsson á móti Gauta Már frá Keflavík. Svo er það síðasta viðureigning með Magnús Kolbjörn á móti Sigurjóni Guðnasyni. Það eru 4 viðureignir í dag, þar sem að 2 féllu fyrir. Það var Viktor Sóvega á móti Nóel Freyr og Ísak Guðnason á móti Bjarna Otto. Svonar. Ákveðin skellur, en við fáum allan eitthvað gott fyrir alla hérna í dag. En ég hugsaði síðan að því að Bjarni Otto er þá væntanlega í keppnisbanni. Já, einmitt. Forðilegt að vita af hverju hérna Nóel og Viktor eru ekki að keppa. Djöfull hefði verið til að sjá þá 2 stígadansi í dag. Já, það hefði verið gaman. Það má ekki bjóða þér að stíga bara inn í hringinn fyrir þá? Já, bara með Nóel bara. Já. Já, það er fyrsti keppandinn. Það er í mínus 54 kíló U17. Það er Tristan Stiff frá Hnefilaugafélagi Hafnarfjarðar. Hann verður rauða hornið. Ég sé það bara í augunum á hann hvað hann er fucking tilbúinn í það. Hann er tilbúinn í það. Með honum sjáum við hérna í mynd Arnar Már Grímsson, þjálfari í HFA, og sjáum hérna bara með trombi. Herri, sjáum hérna Arnór vel kliftur hérna í hægra horninu. Við sjáum þeir eru aðeins eitthvað að brosa og djóka, þeir eru léttir hérna í rauða horninu. Já, þeir ætla að hafa gaman að þessu í dag. Það var Hilmar sem vann split decision í fyrri viðureigninni þegar mótið var haldið í nýju húsnæði Hnefilaugafélag Hafnarfjarðar. Þannig að við sjáum hvort að Tristan í rauða horninu vilji ná fram smá hefndum. Já, ég trúi því.
þetta er byrjað. Það er byrjað. Þessi strákar byrja alltaf bara leið. Já. Það er ekkert eitthvað svona feeling out process eins og maður segir oft. Nei, þeir líka þekki hvern annan. Já, Þetta er ekki þeirra fyrsta rodeo. Nei, nákvæmlega. Þeir eru búin að finna helling fyrir hverjum. Þarna. Flottur krókur þarna hjá Hilmar. Já, Og þarna líka. Vinstri hendin. Já. Hilmar segi, ég ætla að leiða dansa kannski aðslega byrjum, ég lendir hægri hendinu hann líka maður. 3 góð högg frá Hilmari búinn að lenda hérna, vörninans þétt. Vörnin þétt. Lendir hann aftur. Nei, þarna heitir Tristan góður í hægri hendi. Þetta er strax að bara springa út í það. Flottar hreyfingar hérna hjá Tristan. Body shot frá Tristani náði inn hana. Já. Tristan með jab 10. Það er orðið svona nýja uppáldið þarna í HFA. Þannig einmitt kláraði Kolli Petru Martínez í síðustu bardaga. Einmitt. Davíð Nóra kallar eftir levels. Þetta er örugglega að Sippi fara aðeins upp og niður. Þannig að skiptast þér á fjörgunum. Þetta er alltaf jafn skemmtilegt. 10 sekúndur. Komin 10 sekúndur. Ok, skemmtileg fyrir fyrsta lóta. Virkilega skemmtileg fyrir lóta. Snánum, ekki bakka. Ekki bakka og hleypa sem eru góði punktar. Tristan hefur svona hennan svona kannski physical yfirburði smá. Já. Gæti kannski nýtt sér það betur af því að þegar þeir bara standa og skiptast á höggum þá er Hilmar að ná einn góðum höggum. Lendir góðu þarna. Góðum fjarka. Það lendir Tristan vel. Það er svo ómögulegt að dæma þessa bardaga, sko. Já. Þarna. Þetta var vinstri klókur þarna frá Tristan í rauða. Þarna. Tristan er að gefa í núna. Hann er að fara að hlýða fyrirmælinn þjálfarans síns og heldur hérna miðjunni og Hilmar upp í kalana. Hilmar Þarna flott 1-2. Dominika, engin högg fyrir aftan höfuð. Tökum myndi með því. Þessi vinstri hendi hjá Tristan er að lenda rosalega vel, en þarna stingur Hilmar Tristan og hann stakkar hann smá. Vörðin hans Hilmars er góð, en þessi högg meiða þá lendi í gardinu, sko. Mér finnst Tristan vera að vinna sína bestu vinnu þegar hann heldur hringnum og pressar. Einmitt. Tristan lendi góðu og Hilmar svarar með 2 góðum. Já. Það var svolítið eins og Tristan væri að stoppa og dást af eigin handavinnu þarna. Já. Hilmar bara svaraði hann strax. Hilmar
ók svolítið inn í lóðuna, sko. Já, Tristan byrjaði vel, ég var myndi mjög að segja... dominerandi í svona 40 sekundur, en Hilmar bara virkilega vann sig inn í það. Já, einmitt. Ég verðs að deila að gefa Tristan. Mér fannst Hilmar taka fyrri, Tristan taka þessa. Já. Og allt undir núna. Mig grunar þessi 1-1. Þú eru að eiga rosalega núna, sko. Þú eru undir. Hætt að stoppa í kvöldum, ræðum það. Já. Gera það ekki. Þú lendir svo hreyfur. Þú verður að eiga mjög til 6 lótur núna. Ok. Go. Tíma til rauða honnið. Маленького дома его мама встречается с типом, который Við erum tilbúin að halda áfram. Síðasta lótan, þriðja lótan. Ég ætla að lofa mér að segja að það sé 1-1 og ég finn lykt af öðru split decision. Já, einmitt. Já, Davíð kallaði eftir í hóttunum hans Hilmars að festast ekki upp í káluna. Það var ekki gameplanið þeirra. Já, við þurfum að taka undir það. Já. Og sagði hann að, já, og við sjáum, hann hlustar á þetta. Núna er hann komið með pressuna og heldur miðunni. Þessir ungu strákar, sko, þeir eru svo fljótur að læra. Já, svo mikli svampar. Og þessir tveir bara drekka í sig allan fróðuleik sem er boðið upp á. Kalla þessi meira átlátti frá Hilmari, hann er að lenda, tekur svo pásu. Þannig lendir Hilmar aftur, góðum fjarka, þjarmar að Tristani sem er komin upp í káluna. Fyrir sig. Já, ekkert smá. Tristan náði hann með Hilmari þegar hann steig inn. Dominika ekki fyrir aftan höfuð. Það er önnur áminning. Flott jafn þarna. Hilmar kom með Tristan upp í káluna. Klinja smá. Þetta er flott vinna þegar Tristan stingur inn og rúllar út. Þarna. Svakalegur lokasprettur. Tristan sem átti síðasta almennilega högg. Þetta var típiskur Tristan Steve Hilmar Þorvaldsson bardagi, bara þetta er erfitt verkefni fyrir dómarana. Þessi þriðja lóta var hörkulóta, ég veit ekkert hvað er dómarana. Nei, ég öfunda dómarana ekki mikið í þetta skipti, ekki frekar en ofta áður. Ég ætla að segja split decision í annað hornið. Split decision Tristan? Já, ég get trúið. Já, það væri sanngjarnt, alveg jafn mikið og... Já, þetta getur fallið í báðar áttir, sko. Getur fallið í báðar áttir. En ef ég væri a gambling man, þá myndi ég segja split decision, einmitt. Það er að ná góðu vídeo af þessu. Herru, og við býðum eftir niðurstöðunum. Sjáum hvað við getum hérna sýnt smá tæknilegum Það er gott klapp á salnum, allir sáttir. Þetta var stórbrotna skemmtun. Það er bara komið niðurstöðunar. Það er split decision. Í rauða hornið. Eins og Biggi sagði, split decision í rauða hornið. Tristan Steve, hann jafnar metinn. Það er þá 1-1 á milli þeirra á Volbekamótinu. Þeir keppa væntanlega aftur á morgun. Þeir eru bara tveir í flokknum, keppa væntanlega aftur á morgun hver er sigurvegari mótsins.
Hver tekur all the marbles? Já. The winner takes it all, eins og maður segir. Split decision Tristan Stiff, Mystic Biggie strikes again. Þá það Kormákur, fyrsturinn í hring í rauða horninu. Þetta komið Kormákur Steinn í hringinn. Við ætlum að halda okkur við þessa myndavél smá stund á meðan ég fiffa aðeins. Þessi nýju Sting-hjálmar, þeir virka voða þægilegir. Þeir virka einhvern veginn eins og þessi minna fyrirmanni heldur en gömlu hjálmarnir sem maður sá marga með. Já. Ég er mjög hrifinn af þeim. Ég verð að segja, ég hef ekki mikla skoðun á þessum hjálmamálum. En ég hlusta mikið á hljómsveitina Hjálmar. Ef það gerir mig eitthvað viðræði hæfan. Þetta var hörkuviðureign síðast. Við höfum vonað einhverju góðu aftur núna. Það er alveg klart mál. Nei. En ég myndi alveg frosin. Leyfa maður að njóta sín í ljósunustákunum. Kannski aðeins meiri þreifingar hérna. Einmitt. Michael Fedorowicz, sem hann sem nefuleikamann ársins í fyrra. Hann hefur þroskast rosa mikið sem ungu strákur sem og nefuleikamaður. Ég er náttúrulega ruglað, það var Artem Sirukov sem var nefuleikamaður ársins í fyrra hjá Findulótunni. Já, ég var að hugsa bara, hvað? Já. Það má alltaf ruglast pínu. Já. En þeir eru yfirleitt bara, vaxnir við mjöðum þessi tveir strákar, Artem og Michael. Já. Þannig að það skililegt að maður ruglast á þeim. Og fyrir alla bakvöðvaperrana hann úti, þá myndi ég skoða sérstaklega bakvöðvana á Michael. Hann er rosalegur. Einmitt. Maður sér það, hann er búinn að duglur í ræktinni, sko. Já. Þessi sleppir ekki í æfingum. Michael aðeins að worka jabbið, halda Kormáki Steinn á ytri hring. Þannig að alveg frosnir hann að... Ekki mikið högg. Smá dirty boxing hann að hjá Kormáki. Fær áminningu, verður upp með hausinn. Flott jabbað með Kormákur. Það er jabbið hans næði nokkuð bara hálfan kílómetr, sko. Já, hann er langur, sko. Já. Þetta er svolítið það sem ég hef viljað sjá frá Kormáki er að líða þægilega í að spila outside-leikinn. Þá koma hans svona líkamlegu eiginleikar koma svolítið vel inn. Já, láta þessum líða vel úti. Það sem að ég hef séð svona meira á Kormáki í síðustu bördugum er að honum líður bara betur inn í hringnum bara almennt. Já, það er alveg rétt. Það er búin að taka mikið stökk fram á við bara síðasta árið eða svo. Þetta nefnilega leynir sér ekki, sko. Ég betur séð að hann sé bara að byrja þér. Kannski svona fulltíðinda lítil fyrsta lóta en það var aðeins að springa út þarna undir lokin. Já, undir lokin. En þetta var mikið svona jab lóta.
Halda sig við basic stuffið. Hérna séum við Kjartan, mótshaldara og þjálfara VPC og Emin Gadri við reipið. Hann auðvitað að fara í titilbarda í Helsinki næsta mánuði. Ты его не заряжал, и все, он как бы на месте. Просто тук-тук кулачок довернул, тук-тук довернул, да? Viðbyrjumadur. Kjarri kallaði eftir að Kormákur sæki meira áfram og hann alltaf strax að byrja á því. Já, hann byrjar strax á því. Ég er sammála því. Já. En ég fílaði samt hvað hann svona var yfir að dansa ytri-hringinn á hann og svona meðvitaður fjarlægina. En það lítur ekki vel út þegar maður er stöðugt að stíga til hliðar og aldrei áfram. Nei, það er líka bara leiðinlegt sem bóksari að vera alltaf að hjóla hringinn. Hann hefur verið svolítið í því í fyrirlótu að vera svolítið stopp og taka myndir, sko. Það lendir Míhail lendi vel. Beinna hægri. Herri, við að sjálfsögðu hérna við erum að ljúga til keppendur. Þetta eru ekki hérna eru við. Já, komum við stefnum Míhail. Emma þetta er þekktir fyrir að óvart plata áhörundur og hlustundur. Dominika segir bara ekki í það. Emin Kadri hrópar hérna eftir meiri aggressjón frá Kormáki. Frá sínum manni. Já, þetta var flott jab hjá honum. Getur ekki betur séð en það var bara smelt lent. En ég skynja mikla virðingu frá þeim báðum. Þeir virðast báðir bera mikla virðingu fyrir hver öðrum. Einmitt. Það eru lítið taktískari bardaginn á hann. Þetta var bara vel gert fyrir Kormáki. Leiða bara með powerhendinni, hitti ekki og fótt bara beint í knúsinn. Það má þarna. Þarna lendi Kormákur hægri hendinni sinni. Já, lendi virkilega vel. Míhail á jabbinu. Það þarf ekki að gera það flókið. Clinch og smá dirty box. Vel gert, strákar. Flott jabb, Kormákur. Það er búið að segja 10 sekundur. Þessi lóta er alveg að ljúka. Það var flott lóta. Ég hef ekki mikla tilfinningu kannski svona hver er að vinna. Það er náttúrulega bara þessi clean hug sem að telja. Oft er mjótt á munum. Þvílík handklæðisvinna hjá Kjarra hana. Эй, Боже, все вытянулись. Давай. Видишь, последний раундик должен активно работать, понял? Активно. Дёргай через низ. Да, понял, пошел, машина. Миша, они написали, ты второй раунд проиграл, вали его, давай, все.
Ég get nú lítið sagt hvað Nick sagði í horninu, en Nei, hann kallaði eftir einhverjum höggum. Hvernig ertu í pólskunni? Ekki alveg nokkur. Eiming Gatri hefur engan húmor fyrir því þegar Kormákur stoppar, hann vil bara ákefð og output. Það veit. Við sjáum að hringdómarinn Dominika tildulega nýbyrjuð að taka við sínu starfi sem hringdómari og hún orðin grjóthótt. Lætur vel í þessu að heyra. Kallar eftir break, eitt skref aftur á bak. Flott jump hafna Kormákur. Það er kannski heldur látt niður með höfuður þegar hann sleppa út. Mihail lendir hann ekki fast en það telur. Þetta á clean hug. Þú er að voða mikil í glímu núna. Já, það er svolítið að klinsja. Dominika aðeins að þenja reddbondin yfir strákunum. Núna er þetta bara með... bara að byrja að stilla ninja choke. Flottur krókur hérna. Víkt högg í skokkinu á Mihail. Smá þreytumerki kannski. Já, smá þreytumerki. Það tekur á að vera í þessum klinsum líka. Já. Вот, хорошо, молодец. Еще! Ну почему ты не добавляешь? Молодец, Линчик. Добавляй! Вот, давай на него. Ломай, вот. Gott jobb. Gott body, vinstri krókur í bodyði frá Kormáki hérna. Hann er mjög góður í því að lauma inn einu svona þegar þeir eru að búa til fjarlægina. Þeir eru að breyka, einmitt. Hann hefur lært þetta að Ísaki Guðna, liðsfæðarinn sem er alltaf svo duglegur að yfirleitt bara lendir vinstri og hægri krók í bodyði þegar hann breykar úr svona klinsi. Heldur betur. Gott jobb hjá Kormáki. Það var flott jobb þarna hjá Kormáki. Kormákur með vinstri krókinn hann að smellitt hann uppi. Annar dörr. Kormákur var svolítið sett í gang en mér finnst það núna bara alveg í blá enda. Var hann bara einhvern veginn búinn að leysa rókafna aðeins svona. Heldur betur, hann var sett í gang. Hvað góður með? Gott að sé þig. Hörku bardagi. Það sé annars split decision. Það var að njóta þig nú. Já, þetta var heldur gaman. Leiðilegt að hafa ekki verið með. Ég er með keppnarlisti. Ég var ekki að redda vaktinu minni, ég er ekki að taka það. Já. Taka úrslitin. Ég skil þig. Það er senda hann á þig. Það er bara Símon á móti Gauta næst og svo er það Kolli og Sigrún. Þú ert komið með það á Messenger. Ætli þetta verði annars split decision. Það kæmi mér ekkert á óvart, sko. Það er að kalla eftir góðu klappi. Við gefum gott klapp. Áttum þarna góð orð við Iceland Boxing, Garth Fletcher. Sigurður fer í rauða hornið. Allir dómarar sammála. Það er unanimous decision í rauða hornið. Kormákur Steinn búinn að sigra, skrimsli frá Bóðatýr í tvígang núna á Warbeck-mótinu. Ágætt testament hvað honum, hvað hann vex og dafna vel í bóksheiminum. Virkilega vel gert. Ég þarf vel að viðurkenna að þegar ég sá matchupið að Kormákur Steinn og Mihail Fedorets væru saman í hlokki og þeir ætla að berjast og þá hélt ég að Kormákur Steinn væri svona underdoginn í þessu matchupi og svona kveið pínu fyrir hans hönd. En hann hefur staðið sér hrikalega vel. Já, einmitt. Elskar þegar menn koma manni óvart á svona nótum. Já.
En ég heyrði Kjara segja við hann þegar við vorum að labba út úr hring að þetta var ekki frammistaðan sem við vorum að leitast eftir. Nei. En sigur er sigur. Sigur er sigur. Og ég get alveg ímyndað mér að Nikita sé að segja það sama við sinn mann. Einmitt. Mínus 74, það er komin líðflokkurinn. Það er Simon frá HFK. Þetta er ekki rétt. Nei, þetta er ekki rétt heldur. Nú erum við komnir aftur í þriggjamanna flokk þar sem að við fáum ekki bara sömu viðringuna aftur og aftur. Já, það er rétt. Simon mætti hérna Bjarni Jónsson, sem kom svo skemmtilega óvart á síðasta móti. Þannig að ég held þá munu... Mætti hann ekki í þessum hring? Nei. Nei, þetta er degi hringsinu. Nei. Nei, það eru stóri strákar núna. Það eru stóri strákar og hér sjáum við í rauða hóttinu með Kjara séum við hlið Símon Kristjánsson. Já, við sjáum að Sævar er farin úr fína jakkanum og hann ætlar að vera hringdómari í þetta skipti. Mikil reynsla þar. Já, sáum held ég síðast Gautam á berjast í Blue-höllinni á Ljósanótt í september. Þá virkaði hann mjög efnilegur. Koma svo, Gauti. Núna getur við unnið þér nickname. G-Force er í boði. Þeir byrjuðu svolítið ákaft. Smá þreifingar til að byrja með. Gauti búinn að ná einni góðri stungu. Hérna smelllendi Gauti. Smell hitti jafnvel. Herri, það eru kraftur hérna. En Gauti náði svona að hreyfa sig með þessu, þannig að þetta kannski hafði ekki ómikil áhrif, en maður sá að þetta var gott högg hjá Simoni. Virkilega gott högg hjá Simoni. Ef þetta hefði lent flush, þá væri Gauti í vandræðum núna. Einmitt. Þess vegna segir maður roll with the punches. Einmitt. Ég verði að segja að mér finnst svona bara líkamsstemmingin á Simoni betri heldur en ég hef séð þegar ég fyrir barndöðum hjá honum. Já. Þetta eru auðvitað strákar sem er ekki með marga bardaða undir beltinu. Þá getur stjafn þarna, menn farnir að vinna púðan hérna í salnum. Já, menn eru bara komnir í lilla dropan hérna. Já, í dropan. Auka stemninguna að gefa okkur hérna litla diggitið. Menn eru ekki að taka mig. Þetta var nú ekki allt og vel girt hérna hjá Andra Má í horninu, það. Nei. Nei! Góður, hægri krókur í bótið þarna. Þetta var flétta lótarinnar. Góð 10-3. Þannig lenti hann líka bara beinni að hægri. Já. Og það er farið að blæða úr Simoni. Já. Hann segir, Sævar segir... Þarna steig Gauti á bensíngjöfuna. Heldur betur. Bara throw caution to the wind. Mér líður svolítið svona, sá sem hann að taka fleiri sjansa og ætlar að vera graðari, hann tekur þennan barða. Já, ég held að bara sá sem að sýnir meira frumkvæði mun ná meiri árangri. Mér sýnist það. Já. Símon kom með smá brónusir, eins og þú segir. Já. Það er 10 sekundar klukkan.
Mér langar að sjá Gauta að setja saman fleiri fléttur. Já, þetta gerði Gauti vel. Japan bara þegar hann stígur inn. Ok, virkilega skemmtileg fyrsta lóta. Skemmtileg fyrsta lóta. Ég verð að segja, ég ætla að gefa hann í bláa hálfni. Já. Ég er að reyna að segja þetta ekki of hátt upp að hafa áhrif á dómarana. Já. Leyfa þeim að dæma fyrst. Áður en við þurfum að tjá okkur. Sjáum hann hérna með hvíta hanglaði utan hálsinn og þjálfarinn hans Bjarni. Björn. Já, Björn. Bjarni er á Akranesi. Já, það er rétt hjá þér. Sjáum hérna hann herra Keflavík lagar skiptinguna. Þetta er ekki nógu góð teygja í þessu. Einmitt, hann var bara að fá belti. Já. Eða axlabönd, hann má vara á. Axlabönd, það væri eitthvað. Sjáum hvort að Kærri hafi ekki náð að gefa Símoni Kristjánsinni einhver góð ráð þarna í hóttinu. Þeir verða svona báðir tilbúinir í þetta. Ég er bara að sjá báða mennirinn að setja saman fleiri en eitt og fleiri en 2 högg og aðeins svona, já. Láta eitthvað fylgja eftir jabbinu í svona, sko. Nákvæmlega, ekki vera hræddur að taka smá sénsa og ég held að sá sem að mun bara að jabba mun ekki ná miklum árangri. Þeir eru báðir alltaf að verja jabbin vel, bara með háu gardi. En Gauti, þegar hann náði einhverjum árangri í fyrstu lótu, það var þegar hann setti saman 2 eða fleiri högg. Einmitt, og bara þjarmaði vel á hann. Nota lappina þegar hann tjartar svona. Kjáður hann í sexunni. Fylgja eftir því stryk. Tjabba. Úr Símoni. Spurning hvort það trufla hann eitthvað. Gauti fær hann að setja saman nokkur högg. Já, gott. 1-2-1 þarna. Símon náði hann aðeins upp á kölunum en ádægt högg þarna. Gefur Gauta svo mikið tíma og pláss til að anda og jafna sig. Já. Ok, nú er Símon farin að setja saman. Fína fótarhefingar hann ekki á Símoni. Símon er að koma vel inn í þessa aðralótu og er eiginlega bara að taka hana núna, finnst mér. Já, alveg kannski sammála því, sko, en hann er svona aðeins að finna sig, hann að finna fæturnar. Allir mínum VPC-mönnum. Þínum mönnum í VPC? Það geti verið minn helsti veikleiki sem lýsandi hér í dag, en við reynum nú að vera bara þessu. Já, við reynum að hluta sér. Kærri aðeins farin að vinna með vaselínið. Með vaselína, ofvaxinn, eyrnapinna.
Stundir hérna. Jabba móti Jabbi. Símon. Flott hægri. Hann núna á hann að nýta þetta momentum og lent svona góðu höggi. Já, Gauti kveinkaði sér. Jabbið Monni hjá Gauta. Flott að högg. Beinæri frá Símoni, þetta var algjört. Þetta var æði. Þetta var flott. Það er jabbið hans Gauta, það má fara upp og niður maður. Hann lúmsku kraftur í Símoni þegar hann lendir þessum tvisti, sko. Já, hann er svolítið að spara sig, sko. Það sem að Símon mætti endilega gera er að pressa með smá fléttu og í staðinn fyrir að taka pásu halda pressinu og láta bara vaða í aðra fléttu. Já. Svolítið, fínasti krókur hérna. Þarna lendir Símon aftur. Gauti sjáanlega særður, fær talninguna. Þetta Delur Símon fór í hlutleystótt. Þeir ætla að smella. Já. Það er að bara alltaf verða vitlaust hérna upp í Vaffisi. Báðir menn vilja þetta mjög mikið. Já. Það er eins og Símon virkir best þegar honum er þrýst utan í vegg og reynir búið til eitthvað örvæntingu. Og Símon líka verður að vinna hennar bardaga. Þegar hann tapaði á móti Bjarna Jónssoni senast. Það er rétt hjá þér, Nei, Pétri, fyrir ekki að kalla hann Bjarna. Herru. Það er síðasta lotan. Vá. Þetta voru bombur. Ég er búinn að kalla hann Bjarna, hann heitir Pétur Gunnarsson, bara fyrirgefðu, ég ruglaðist. Þú sagði þú ekki Bjarni Jónsson? Ég sagði Bjarni Jónsson, ég veit ekki hvaðan það kom, sko. Pétur Gunnarsson. Það er allt annar maður. Það gæti ekki verið líka það. Ég veit ekki hvaðan þetta kom, sko. Það er allt annar maður. Þetta er svolítið tvö voða basic nöfn. Það er rétt. Sjáum hérna þetta fallega skot af Emín vera mjög einbeittan að dunda sér við hægri hendina á Símoni. Þetta er Emín auðvitað á leiðinni í svaka bardaga, þriðja prófbardaga sinn bara núna eftir 2 vikur. Já, 10 fat. Heldur betur. Gert. Ekki langar mér að segja til hvernig þetta hefur farið. Það er split decision. Það er í bláa hornið. Gauti Már. Við gefum honum nicknameið G-Force. Hann vann inn í dag. Virkilega flott framistæða hjá Gauta. Tók ráð frá horninu sínu. Jabba hann bara í drasl. Og það er ekki bara stranggeðilegt. Það telur. Þetta snýst að lenda clean höggum. Jabbi telur jafn mikið á hægri hendin. Og Jabba he did.
Það sé ekki Bjarni Ottó sem að lét mig kalla Pétur Bjarna. Já, Búið að gæti vera verið. Bjarni á listanum. Hérna, Glæsileg frammistaða frá Ísaki. ótrúleg frammistaða Að hjá rústa Ísaki þessu. Guðjónssyni. Mætti hérna Bjarna Ottóssyni sem að mætti ekki í hringinn. Gekk yfir hann. Já, walk over sigur. Við sjáum hann Ísak. Ótrúleg frammistaða. Þessi maður, Þessi hvað maður. getur við sagt? Þegar upphitunin er erfiðar en partæk. Herru, öllu grínu stef. Já. Það var það loka viðreg dagsins. Það eru stóru stokkarnir. Þetta er endurtengingin frá aðalbardaða Icebox. Já, það er... Það er Magnús Kolbjörn. Hann er rakleitt í rauða hornið. Sjáum hann hérna. Sko þetta á eftir að vera hörkufætt. Sigurjón vann síðasta bardaða og stóð sig ógeðslega vel. Já. Kolli stóð sig þvílíkt vel í fyrir mánuði á móti hérna. Það er rétt. Mér finnst þetta verði sko svona þetta klassíska unstoppable force sem mætir immovable object. Nákvæmlega. Hvað gefur? Hvað ætlar að gefa sig? En það er bara eitt sem getur tekið sigurinn. Magnús Kolbjörn er bara aðeins reynslu meiri bóksari. Já, búinn að bóksa lengur. Já. Ég spurningu að hann kendi dreigið eitthvað þangað, dreigið eitthvað í viskubrunnin. Já. En Sigurjón Guðjónsson er búið að vera svona orðinasti heavyweight stable sko. Hann er alltaf game, alltaf til í þetta og hann gefur sér allan í. Einmitt. Hann var nú eitthvað í umræðinu fyrir nýliða ársins í fyrra, endaði hann á að taka það eða hvernig var það? Herru, nú bara mann ég ekki. Hann var mikið í umræðinu allavega. Já. En það átti að svakalegt ár sko, hann átti að debutaði þarna í desember 24 en 2025 var svakalegt ár fyrir hann. Heldur betur. Og kom mörgum mikið á óvart. Já. Hérna er dramatík í uppsiglingu. Já, má segja það. Já, jab hérna. Jab og hreyfing. Þarna Sigurjón lenti hann tvisti. Magnús Kolbjörn svara. Það er í Sigurjóni. Það er skruðþung í þessu. Þó Kolli sé mun reyndari þá er Sigurinn ekki gjána neina virðingu sko. Nei. Hann bara veður í hann. Sigurjón mættur til að setja respekt á sitt nafn. Já. Ég var ekki til í að vera kýldur á honum þegar Kolli hittir hann á vinstri klúknum. En þetta var svona slapp. Ekki slá, segir Sævar. Já, ég var ekki til að vera sleginn af Sigurjóni sko, þegar hann hleður upp í svona víða overhand sko, ég get ekki ímyndað mig hvernig það er að taka móti svona höggi. Nei, þegar hann ákveður að trekkja. Já, og Kolli kýlir líka. Sigurjón hleður upp í þessar víðu sveiflur sko, þetta er alveg svakalegt. Líður samt eins og þetta sé ekkert eitthvað sem að Kolbjörn hefur ekki séð áður. Þetta smelt lengur Sigurjón. Það er vesen, það er drama. Sigurjón fær tanninguna yfir Magnús Kolbjörni. Sjáum hérna Sigurjón komin í hlutlöstótt. Sævar telur yfir Magnús Kolbjörni, en þetta hefur ekki áhrif á dómarana, ekki í ólympísku boxi, en 3 talningar. Jafngildir róttæki, ef svo má segja. Það er svo gaman hvað þeir eru til í að prófa. Let's go boys! Höfuð upp, segir Sævar. Á garginu, gjörsamlega. Það er svo gaman hvað þeir eru bara til í að slást. Já. Þetta þarf ekki að vera fallegt. En þetta má alltaf vera gaman. Sjáum hérna. En box er nú þannig íþrótt að þó að sé ljótt þá er það samt fallegt. Það er samt fallegt. Þessi högg frá Sigurjóni. Við sjáum að Magnús Kolbjörn er farin að bera virðingu fyrir höggunum hans Sigurjóns. Já. Finnst Sigurjón kannski ekki
verið að bera sömu virðingu. Hann heldur pressunni, hann heldur hringnum. Sko, þegar við koma saman og fara bara að sveifla, þá nær Sigurinn meiri árangri og hann hittir víðu höggunum sinni. En mér finnst Kolli þurfa svolítið stick and move. Því ég held að Kolli sé með betri fótaöðnu og ef hann myndi bara nýta sér það að bara, þú veist, ná inn höggum, ekkert vera að reyna, þú veist, kýla niður eitthvað þannig. Bara reyna að lenda í body, lenda uppi, fara upp og niður, halda sér hreyfanlegum, fara til hliðar, það held ég að þessi leiðinast að vinna Sigurjón. En þegar þeir fara bara inn í símakljáðan, standa á móti kurrarunum og sveifla, þá lendir Sigurjón fleiri höggum. Og þessum svakalega þungu höggum. Ég er sammála því. Magnús fær eflaust góð ráð úr horninu sínu. Það er Kerri og Emil Gadri, kínumínska dúoið. Og við sjáum þar bakvið, þar er Nikita og Gabriel Marinov, held ég hann alveg bótið, hann heiti. Maður sér hanglaðisvinnuna. Það er bros á þessum stóru strákum, þeir eru svo til í þetta. Magnús byrjar bara barðan 1-2 í Garði og Sigurjóni, aðeins að vinna fyrir sér. Aftur jab, flott, hægri yfirhandur hanna hjá Magnús Kolbeinni, lendi. Já, Kerri í horninu og Kolla kallaði eftir ekki vera í þessum svaka víðu höggum, bara... Já, beint áfram bara. Bara vera svolítið þéttari og... Þarna smellegt hann! Hann telur yfir Kolla. Já, þeir hittu báðir en Sigurjón hitti miklu þyngra höggi, sko. Magnús Kolbeinn lendi uppercut og vinstri krók, en hann fær telningu. En hann verður ekki par sáttur við þetta og ég skil hann vel. En það alveg vera okkar sjó. Nú er ég að sjá Kolla bara, þú veist, ekki kýla til að rota, heldur bara kýla til að vinna stig og halda sér hreyfanlegum og vera þéttur. Já. Ég tek undir því. En Sigurjón maður, hann er að ná svakalegum árangri í þessum bardaga og það er eiginlega bara ótrúlegt hvað hann hefur bara náð miklum framförum og stuttum tíma í þessu sporti. Já, það er verið rétt. Magnús Kolbeinn mætti vera meira uppi með hendurnar þegar hann stígur svona inn og ætlar að treyta. Það er stundum eins og hann sé með. Sekundur eftir að þessari annar lótu. Það er bara fljótur og stökk á milli. Það eru þreytumerki hjá báðum strákum. Gerði á að hafa sagt Magnúsi að nýta sér beinu höggin sín aðeins betur. Hann gerði það svolítið til að byrja með, en það fór kannski svolítið út úr gluggan þegar leið á lótuna.
upper hold. Okay? Don't need much check. Sometimes again, it's starting crazy. Now, from 2 and up. Stay again with him. Right hand, left hand, and up. Okay? Don't need this shot. Okay? And go deep. One more. Ná púlsum niður aftur, jafna sér fljótt. Það er listinn. Æja, þriðja og síðasta lotan. Allt undir hérna. Allt undir. Þetta er þriðja og síðasta lota mótsins. En ég er nokkur hræddur að Kolli þurfi 10-8 lótu til að vinna núna. Já, getur vel verið. Sjá hennar krafti í Sigurjóni. Þetta var flott exchange. Kolli maður eða þarna var hann uppi með hendurnar. Eitthvað sem var farið út gluggan í lok annar lótu. En miklu betra exchange en áður hefur verið hjá honum í rauðhorninu. Og þeir taka sér góða pásu. Þarna, lendir Sigurjón tvísvar í tvígang. Kolbeinn meina ég. Og það er Sigurjón sem fær talninguna. Hann er nú alveg game. Hann er eins mikil gameboy og verðist vera. Hægt að vera. Hver veit þetta meira, segir Salurinn. Magnús Kolbeinn er búinn að finna taktinn, stíga bara inn, höfuðið niður og synda. Þarna rendir Magnús Kolbeinn aftur. Það er í bodyið. This is the way. Upp með höfuðið, segir Sævar Ingi. Flottur tvistur hana. Upp með höfuðið, skullir nú aðeins samanslagunir. Skapa minningar. Wow, þetta var góða badra. Þetta var alveg leið. What a fight. Þennan dag hérna. Já. Eins og ég segi alltaf eftir bókskvöld. God, I love this sport. Kolli alveg búinn að því. Ég skil hann bara hjartanlega vel. Við bíðum eftir niðurstöðunni. Það er split decision. 2-1. Í rauða hornið. Það er Magnús Kolbjörn með split decision sigur gegn Sigurjóni Guðnasyni. Salurinn og áhorfendur eru ekki alveg parsáttir. Nikita, þjálfari Sigurjóns, er ekki parsáttur.
What's going on? Referees, what's going on? What's going on? Það eru skipta skoðanir þetta. Já, ég feginn að þurfa ekki að dæma. Sigurinn hann ekki alveg brjálæðir hérna. Já, þeir eru ekki parsáttir. Nei, ég skil það vel. Mér finnst það 100% rangur dómur, ég verð að segja það sjálfur. Þú veit á því að þetta hafi verið rangur dómur? Já, mér Sigurinn taka lotur 1 og 2. Mér fannst Kolli ekki eiga að fá 10-8 fyrir þriðju lótuna. Ég veit. Það er spurning hvernig þeir sá þetta. Þetta er kannski skrítið að því við fengum sko 2 talningar yfir Kolbirni sko. Ekki það að talningarna telli sko sem slíkar að þú vinnir lótuna. En það samt svona gefur kannski til kynna hvernig barndaginn var að þróast. Akkurat. Og